Við hjá Týrá sérhæfum okkur í þróun talgreina fyrir íslensku, en það tæknin sem notuð til að þýða talamál yfir í ritaðan texta. Við eigum nú þegar mörg í samskiptum við hin ýmsu tæki á ensku eins og Google Home, Alexu og Siri, en lítið hefur borið á lausnum sem skilja íslensku. Að rita texta niður eftir töluðu máli manninum eðlislegt, ef viðkomandi kann á annað borð að skrifa texta. En að kenna tölvum að gera slíkt hið sama flókið. Aðalega vegna þess hversu fjölbreytt mannleg samskipti geta verið. Við notum til dæmis ekki sama orðaforða þegar við pöntum pítsu og notaðar við ræðuhöld á alþingi. Verkefni Týrá að ná utan þennan fjölbreytileika og sníða lausnir sem geta þýtt flesta tegundir talmáls með aðstoð talgreinis. Mikilvægt réttindamál heyrnarskertra snýr að því að hafa aðgengi að upplýsingum eins fljótt og hægt Þetta kom berlega í ljós þegar COVID-faraldurinn hófst og daglegir fundir almannavarna voru haldnir til að veita mikilvægar upplýsingar til landsmanna. Í gær greindist einn einstaklingur með... Efni sem strengt beint hefur ekki verið unnið og leiðrétt og gæðin því ekki fullkomin. En segja má að þau séu sambærileg því sem gerist og gengur erlendis og ásættanleg að því leyti að efni kemst vel til skila. Á svipaðan hátt erum við að styðja við talgreinin sem þróaður hefur verið fyrir Alþingi. Nú stendur til að halda áfram þróun hans með það að markmiði að auka nýtingu hans. Meðal annars með textun á þingræðum í rauntíma og talgreiningu á nefndafundum til viðbótar við þingræði líkt og gert nú. Raddstýring snjalltækja dæmi lausn sem hægt að útfæra fyrir takmörkuð svið og ná þannig fram hámarksgæðum. Aðlögun felst í því að takmarka orðaforða talgreinisins að því efni sem hann á að stýra og auka þannig líkur á því að skipinu skili sér. Spila veðurfréttir. Í þessu tilfelli talgreininum gefinn takmarkaður orðaforði til dæmis lista yfir það sjónvarpsefni sem spilarinn býður upp á, ásamt mögulegum skipunum sem gætu verið notað til að stýra honum. Þar með hafa líkurnar á því að raddstýringi virki verið auknar til minna. Hægt í dag að nýta dikteringu Týrá til að létta undir með mörgum starfsstéttum við vinnu sína. Maður getur hugsað sér að læknar og lögregluþjónar geti gengið hratt og fljótt frá skýrslum sínum með þessum hætti. Einnig getur rithöfundar og blaðamenn unnið sína vinnu með aðstoð tækninnar. Þessi lausn nýtist ekki síður aðilum með lesblindu sem þurfa að koma frá sér texta og vilja hafa hann á því formi sem best verður ákosið. Týrá hefur á undanförnum árum unnið að þróun almenns talgreinis sem bæði hægt að nýta eins og hann í hugbúnaðarþróun og ekki síst hann grundvöllur að því að hægt að þróa sérhæfðar lausnir fyrir flest viðfangsefni. Með því að nota röddina sem okkar fyrsta snertipunkt við tæknina hægt að bæta aðgengi heyrnarskertra að nauðsynlegum upplýsingum, sjálfvirknivæða störf, einfalda vinnuferla og ekki síst auka fjölbreytileikann í samskiptum okkar við tækin.